Góðan dag og gott kvöld. Þið að hlusta á Maðurinn og markaðurinn, hlaðvarp hlutabréfaheiminn og meðal mann. Hæ, ég heiti Ásmundur Ari, en þú þekkir mig líklega betur sem Gott að pissa. Ég er 21 ára með 3 ára hlutabréfaneyslu á bakinu eins og frá vetur 2025. Nafnið Gott að pissa mjög ófagmannslegt, en það svo sem hvernig ég vill að ég líti út. Einfallega einhver flipkísi sem að kendi sér eitthvað gagnlegt. Svo smá svona viðvörun að þetta hlaðvarp alls ekki fagmannslegt. Frekar bara ég og kannski aðrir að ræða hlutabréfaheiminn og mína reynslu og þekkingu. En svo sem nóg það. Ég veit að ef þú ert að hlusta á þetta spaug þá ertu sennilega orðin þreytt á öllum þessum óþarfa upplýsingum sem flæða hlutabréf. Hlutabréfaheimurinn rosalega stór og dreifist allan heim og jafnvel geiminn ef við tölum svona þessi rafmyntir. En hlutabréfaheimurinn stórhættulegur, en hann þarf svo sem ekkert að vera það. Maður þarf einfallega að vera bara tilbúin í slaginn. Ég myndi ekki flokka þetta sem spilavíti, heldur blanda vísindum, list, tölfræði, viðskiptafræði og það mikilvægasta af öllu, hugafar. Þetta hlaðvarp ætlað öllum Íslendingum, sem sagt land og þjóð, þeim sem að horfa á erlenda markaði og vilja læra allt áhættustýringu eða tæknilega greiningu. En þetta einnig líka fyrir meðal manneski sem hefur áhuga að fræða sig eitthvað annað en Stranger Things eða Chernobyl. En ólíkt mörgum öðrum þá förum við dýpra en bara hlutabréfin sjálf. Ég hef séð þetta allt þegar kemur að þessum viðskiptum eða stocks. Allt frá gáfun til fíkn til sunds. Ég hef séð tradera sem hafa virkilega tæknilega þekkingu, vita hvernig á að lesa hvern einasta vísitölu og hreyfingu, en tapa samt. Hvers vegna myndið þið kannski spyrja? Það vegna þess að þau gleyma mikilvægasta hlutunum, sjálfan sér. Sko, markaðurinn mun alltaf hreyfast af ótta og græðgi, meina eins og hrunið 2008. En þegar við leyfum okkur eigin ótta hroka eða sem sagt FOMO á góðri íslensku, þá myndu alltaf endast í tapi. En kjarni þessar hlaðvarps tvíþættur. Bara læra að lesa markaðinn, hafa almenna kunnat hann og einnig að vernda manninn. Því ef þú ert hlutabréfakall, eða eins og ég kýs að kalla það, frekar en trader, þá andlega heilsan ekki bara eitthvað auka atriði. Ég tel það vera bein áhætta á hagnað. Ég hef verið lengi í þessum leik og ég hef gengið í gegnum allt. Ég byrjaði svolítið á nákvæmlega sama stað og þú ert núna. Ég sko ómenntaður í tölfræði og viðskiptafræði, en ég náði samt helviti góðu taki á þessu öllu. En væntanlega á sanngjörnum tímaramma, ég rúllaði sig ekki upp bara á 2 dögum, það tók mig alveg nokkuð langa tíma. En ég hugsa samt það sama þú, að þetta auðveld leið til að verða ríkur, eða get rich quick. En það tók ekki nema 2 tíma inn í mitt ferli, cirka, að finna út að það bara ekki rétt. En ég gafst samt ekkit upp þegar ég sá það. Ég frekar hélt bara áfram og greiddi kannski aðeins svo mikið, ég enda í yfirdrátt hjá Íslandsbanka fyrir upp á 270.000 kall eða eitthvað árið sumarið 2023. En aftur, ég gafst ekki upp, með mjög stuttum tíma þá var þetta svolítið bara áhugamál. Ég var ekkert að hagnast þá að sjálfsögðu, en mér fannst þetta bara virkilega gaman og ég nefnilega vona svo innilega að þú lendir í það sama, því að þetta bara liggur við eins og tölvuleikur, eða ég horfa á þetta sem tölvuleik, bara græða auka stig, fattarðu. Því hlutabréf í mínum augum ógeðslega magnað fyrirbæri, af hverju það virkar og af hverju það gerir hitt og þetta, eða af hverju markaðurinn bakhluti af okkar hagkerfi. En ég get sagt ykkur það að þegar ég byrjaði þá var ég svo sannarlega fórnarlamb græðgis. Ég misti stjórn á mínum eigin tilfinningum og ég borgaði ógeðslega mikið fyrir það. Helviti dýrt tap, þannig séð. En þetta tap var ekki bara eitthvað tap,
ég nota þetta frekar sem, þú veist, kennslu. Frekar að horfa á þetta sem mínus, þá horfa ég þetta frekar ég að borga fyrir kennsluefni, og þetta kennsluefni eða þetta dýra tap var að mikilvægasta þegar kemur að hlutabréfum eða að þessum bransa er að til að vera sá besti í þessum bransa þýðir það að þú þarft að vera besta útgáfan af sjálfum þér eða sjálfum sér. Þannig að þess vegna í þessu hlaðvarpi verður engin falin dagskrá, eða við munum ekki tala um rafmyntur, eða ég mun aldrei gefa loforð skyndauð eða get rich quick. Þetta verður bara einfallega hreinskilin umræða erlend hlutabréf, aga og hvernig maður að byggja upp þetta viðskiptalíf sjálfbærislega. Eins oft og ég nenni þá munum við kafa í mjög ákveðin málefni, sem sagt ég mun bara gefa út þessa þætti þegar ég hef tíma í það, en þessi fyrstu 10 þættinni munu vera svolítið lykilatriði að inngangs hlutabréfa, og svo kannski seinna getum við fara að tala um eitthvað annað, en við munum alltaf að fara yfir skilgreiningar eins bestu ég get með því að tala í gegnum hlaðvarp, því að það er miklu veldur að sjá þetta frekar fyrir sjálfan sér, en við munum einnig ræða áhættustýringu á góðri íslensku, hvernig maður forðast óþarfa töp og óþarfan hagnað. Já, það er svolítið skrítið að segja hvernig maður alltaf forðast óþarfan hagnað, en þetta er bara mjög einfalt hugtak. Heppni. Við viljum ekki vera heppin í þessum bransa. Jú, að sjálfsögðu er einhver heppni hér og þar, en við viljum ekki einblínast á heppni. En við munum líka einnig eyða heilum þáttum í það að tala svefn, mataræði, líkamsrækt, sambandslits, forföll eða bara vandamál sem við mætum á hverjum einstu degi. Því að sko, markmiðið mitt er að veita þér skilning, helst forvitni líka, og vonandi gott grip á þinni eigin andlegri heilsu. Ég nefnilega vil að við erum öll vinir hérna og að við getum talað alla hluti saman. Ég nefnilega hef marga ára reynslu, en ég samt læri alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi. Þannig að ef þú ert að takast á við eitthvað ákveðna áskoranir eða þér vantar skýrleika á einhverju ákveðnu tæknilegu hugtaki, eða ert einfaldlega glíma við andlega streitu, þá vill ég svolítið að þú heyrir í mér. Það er kannski stórfurðulegt að tala við einhvern krakka á netinu, en ef þú vilt ekki ræða við mig, þá endilega tala við manneski sem er næst þér og vonandi skilur þig, því að það er galið og leiðilegt að tala við eitthvað sem að horfi bara út í lofti þegar þú ert að reyna að segja eitthvað sem liggur þér á hjarta. En við erum nú öll í þessum skít saman og við erum hér til að hjálpa hvor öðru. En ef þú hefur eitthvað spurningar eða hugmyndir þegar kemur að þessu hlaðvarpi, endilega senda á mig á Instagram @ásmundur.ari eða á e-mail ásmundur@ásmundur.ari.com. Ég vil líka einnig minnast á samfélagið mitt á Discord. Þú getur bara opnað Google eða Safari og skrifað inn discord.gg/AC hlutabréf. En núna er tækifærið til að endur skilgreina hvernig þú nálgast hlutabréfamarkaðinn, að hætta að leita skyndilausnum því að það er ekki til, og að hætta að leyfa hlutabréfum að stjórna þínu lífi eins og það gerði fyrir mig fyrir nokkrum ára síðan. Ég mun reyna að vera duglegur að gefa þetta út eins og marga þætti ég get, og ég vil taka upp marga á einum degi til að gefa þetta út kannski vikulega, ég meina hver veit. En ég heiti Ásmundur Ari, betur þetta sem gott að pissa, og þetta var Maðurinn og markaðurinn.